Komið sælir áhorfendur góðir. Þá erum við að detta hérna í næsta leik, síðasta leikinn í dag. Það bikarúrslitaleikur Unglingaflokks karla, Njarðvík á móti Þór Þorlákshöfn. Baldur Már Stefánsson heiti ég og með mér Ingi Þór Steinþórsson. Engin annar, Galvar Snæfells. Hvernig líst þér á leik, Ingi? Herru, þetta verður vonandi bara gaman. Allir fjóru leikirnir sem búin að vera í dag, búin að vera áhugaverðir og skemmtilegir. Óvænt svona úrslit og óvænt hversu jafnt er búið að vera. Þannig að þessi leikur átti að vera svolítið áhugaverður. Hamar Þór Þorlákshöfn er ekki að tefla fram lið í Íslamótinu. Eru bara í bikarnum og hafa á leið sinni þangað lagt góð lið. KR unnu í undanúrslitum, unnu Tindastól í fyrstu umferð. Og meðan að Njarðvíkingarnir eru búin að vinna alla sína leiki í unglingaflokki og fóru kannski, fóru í gegnum Stjörnuna, þeir fóru í gegnum Keflavík og Fjölni. Allt mjög sterk lið. Já, allt mjög sterk lið. Og þegar maður lítur á hópana svona hérna fyrirfram, að þá, ef þetta verður á lengjunni, og Hvítir séu með heimavöllina, þá myndum við að setja einn á hana leik svona. En ég hef trú á þessu Þórslið, þetta er skemmtilegi strákar hérna og sprækir. Það er hætt við að þetta verði hraðar og skemmtilegu leikur. Það er mikið af sterkum bakvörðum í báðu liðum. Bæði liðin eru frekar lágvaxin. Já. Við myndum að sjá örugglega mikið af svona bakverða settum hérna. En baráttan frákvæmstina áttur að vera hörð, þar sem það er engin turnar hérna til þess að taka það stöður. Þannig að ég vona bara að þetta verði flottur leikur eins og ég sagði áðan, eins og hinn leikirnir hafa verið. Leikmenn hafa verið að spila vel og það er það sem við viljum fá spennandi og skemmtilega leik. Það er mjög gaman að horfa á þetta. Það er engin skortur á efnilegum görbáltunum á landinu í dag. Nei, alls ekki. Njarðvíkingarnir hafa kannski fram yfir Hamars Þórstrákana hérna að það eru náttúrulega Magic Baginski og Ágúst Orra og Elvar eru náttúrulega bakvarða lína Njarðvíkur. Það er að spila bæði sem unglingaflokkur og meistaraflokkur og fá mikið af mínútum. Já, og bara hafa staðið sig alveg gríðarlega vel. Meðan að lið Þórs og Hamars er náttúrulega leika ekki marga leiki saman. Nei, Þorsteinn hefur verið að spila með Hamar í fyrstdeildinni og verið að ná svolítið mínútur þar. Oddur kom tilbaka frá Bandaríkjunum en annars er Emil eina sem hefur verið að spila í Þórsliðinu. Þetta verður bara gaman, rock og roll hérna. Þetta verður skemmtilegt matchup hérna Oddur og Elvar. Já, það verður gaman að sjá hvað Oddur tekst upp með, en Elvar er alltaf bara búinn að vera svona besti íslendingurinn ég veitur í dómarstöldinni. Sammálið, hann er einhver allra skemmtilegri leikmann að fylgjast með í þessu deild. Framfærinar hjá Fejanum búinn að vera alveg ofboðslegar og hérna þetta er gaman að fylgjast með svona. Sömuleiðis Magic. Hann er mikil skytta. Já, þetta er bara alveg flott, það er bara margir flottspilaðir. Við sjáum byrjunarliðin eru komin á gólfið og við sjáum Elvar, Magic og Ágúst byrja í framvarlinni, en svo er Oddur Péturs og Ólafur Helgi að spila stöðu 4-5 hjá Njarðvík. Á meðan við erum með Ellert, Þorsteinn og hérna, þetta er Þorsteinn sem ekki að spila stöðu 4. Það er ekki líklegast. Jú, það er hann líklegast. Hann er ekki stór fjarki. Bjartmar er að spila point guard og Ellert og Oddur sikkur á vangnum og Þorsteinn og Emil í stöðu 4-5. Já. Þetta er mjög lágvaxið lið hjá. Já, og það eru erkifendurnir og sekkinir tveir, Einar Árni Jóhansson og Benti Guðmundsson sem þjálfa þetta, þannig að þeir þekki hvern annan vel. Það er ekki síðan. Sá þá hérna fara vel yfir málinn fyrir leik, þannig að þetta verður spennandi. Og leikurinn er í góðum höndum þegar Rögnvalds og Davís Hreiðarssonar. Rögnvaldur Hreiðars og Davíð Hreiðars. Nei, Rögnvaldur, jú. Hreiðarsson, já. Ekki eru þið bræðir samt. Nei, annar á þínu umdæmi. Já, veli ballinn norðan. Magic í þrist. Hann smellir honum. Það er byrjað með látum. Já, vonandi að sé bara það sem að koma skal. Flott tilþrif, fín varðal. Góð vörð þarna. Fín vörð með Bjartmar þarna. Það var mjög vel gert.
sjáum kannski of oft þegar leikmenn hoppa svona beint upp, of oft dæmt villur, þannig að þetta er glæsilegt, þetta er góð vörn. Góð vörn og góð dómgæsla. Og Þorsteinn fer fram hjá Maciej, fer allarleið í körfu, Karva góð og skotaði ekki. Það var mjög sterk hreyfing og villan er á Maciej. Þorsteinn klókur hérna. Fín spyrnhreyfing á kallinum, hann fær eitt skot. Jafnar þetta strax. Og Elvar kemur með bolta fyrir Njarðvík. Það er skrín frá Maciej. Fallegu kross þarna upp í svona midrins. Jumper, gengur ekki. Fín baráttu hérna. Og Emil hérna frýr. Og hann klárar þetta. Vel getið Bjartmar hérna. Gaf hann á harðum tímapunkti. Ólafur. Óopinn á skallinu. Ágúst Rósson með frákastið. Ólafur á póstinum, góð hjálpandi Oddi en Elvar endur opinn, gefur auka sendinguna á Ágúst sem setur þrist. Þeir geta ekki gefið Ágústi þetta pláss, þetta er akkurat það sem Ágúst vill fá. Elvar klókur hérna að sjá auka sendinguna. Oddur tapar boltanum. Það var nú bara betur að fá dóminn hérna, það var ekkert. Það er tæpur á stelunum. Fín barátta, það er flott. Það riður niður þannig samskipum og fleiri stórfyrirtækjum í leiðinni. Það er gaman að sjá, menn það er bæði liðin á tánum hérna og ætla að selja sér dýrt, það er gaman að sjá það. Það er allt lagt í þetta. En sjáum við pikk á tópnum fyrir Elvar. Maciej í annan þrist, nú er hún af. Það verður að stíga betur út þarna Þórsararnir. Uppkast, hvað segir Örinn? Það eru grænir. Þórðarlósöp. Það dugur ekkert minna heldur forma stjörnuna til að setja upp skiltininn aftur. Já, fín umgjörð hérna hjá stjörnumönnum. Ljómandi fínt. Það koma Þórsararnir. Þorsteinn keyrir aftur á körfu, finnur Odd opinn í þryggjastskoti í horninu en það skrúast upp úr. Það er vel klárað. Aftur Bjartmar með fína vörð þarna. Lætur leikmanninn fara í örfitt færi og það var vel klárið Odd. Vel gert. Villan á gólfinu og Inga sem að Þórsararnir eiga. Ágúst að fá sína fyrstu villu. Galopinn. Já. Þarna var misskilningur í vörninni hjá Njarðvíkingum. Fín boltapikk þarna. Oddur galopinn undir korunni. Og Maciej að fá sína aðra villu. Var það Maciej sem fekk þetta? Já. Ég er ekki vissum að eina sem sáttu að hann sé komið 2 strax. Það er hætt við, hann sé frekar ósáttur við það. En það er náttúrulega... Hann á stráka bekknum sem hann getur nú alveg gripið í hérna. Það er samt aðeins góðra leikmanna að geta spilað með villur. Akkurat. Við sáum Guðlu, Ástísi hérna í Njarðvíkurliðinu á hann, spila með 4 villur frá því fyrir og allt til loka. Já, og svo sáum við hérna í 11. leik drengja þar sem Magnús var klaufi með 4 villur. Það var ekki alveg skynsamur vill út af. Þannig að myndi Ágúst fá nú eitthvað fyrir sér snúð þarna. Davíð var ekki á því. Já, góð sending. Þeir eru að ná að sækja mjög sterkt að korfinu og þvinga Njarðvíkingana í hjálpina mjög djúpt og er að finna fríumannin. Bjartmar hefur byrjað þetta mjög vel. Hann er búinn að báða möndum, góður. Glæsileg vörn hjá Emil þarna. Þekkjast úr landsliðinu. Ólafur keyrir á körfu og fær villu. 1 sekúndu eftir á skokklukkunni þegar hann fékk þessa villu.
Ólafur Helgi Jónsson með 2 skot á línunni getur komið Njarðvíkum yfir, staðan 8-8. Bara óður að spila einmitt með Þór Þorláksson. Guðmundur Jónsson. Já. Hann hlýtur að vera í húsinu. Já, ég sá hann hérna á hann. Hann einhvers staðar. Hann fyrir aftan inn til sportskilti. Pottarólur ávanda. Flott barðak og Gústaf hana. Oddun er honum. Þriðja villan á, nei, það er Oddur. Oddur er að fá bara sinni fyrstu villu. Ég held hann að það var að dæma villu hérna á Magic á gólfinu. Það hefur verið ansi grimmt. Nú komin Njarðvíkarnir. Fína boltahendaranir og þetta er fínn varnarleikur hjá Þór er að spila mjög góða vörn. Já. Þóra Hamar Þóra Hamar, já. Við gleymum ekki pólitískt rétt. Lala Kjörís maður, það má ekki gleyma honum maður. Það var hans ótrúlega úrslit hjá Hamar sem er í fyrstu deildinni í gær. Já, ótrúlegt, það er bara Ég held að þetta væri einhver villa í hérna testarfinu þegar ég sá þetta fyrst. Ég er sammála því. En glæsilegur sigur hjá Stórkostlegur leikur hjá Hetti. Hattarmönnum. Góð boltapikk hérna. Vel leist. Oddur að fá sína aðra villu hérna. Og Magic getur komið þessi 4 stig. Nei. En Baráttan góð. og sending hérna og Þorsteinn þrýst. Það er ekkert nema net. Þetta var flott sókn. Aftur er að komast alveg allavega korfinni og kíka, þetta var svo erfitt, það var ekki opið skotin. Nei. Bjartmar klókur hann, ekki stærsti maðurinn á vellinum og var með boltan alveg undir korfinni. Það strikki hann bara út. Þannig að kemur svo aftur í 2 stig með löngu skoti. Þorsteinn alla leið. Hann er ekki að klára. Emil ekki heldur. Það færa hann aftur. Og þetta er það. Þetta er jafn leikur. Njarðvíkarnir við þurfa að ná íta Þór Hamar lengra út á völlin. Halda mönnum betur fyrir fram að sig. Elvar í þrist hérna. Hann er hrikalega góður ekki drengur. Það er erfitt að stoppa þetta. Og Erlendur. Hann setur hann. Virkilega vel gert. Fallegu flótir hann. Þetta er sterkur leikmaður. Skemmtilegur og klókur. Það gefa Elvari aftur þristinn. Það er nú klikar hann. Menn eru ófeimnir að taka hérna, það er gott. Njarðvík konið í svæði, ætlar að reyna að halda þeim frá körfunni. 2-3 svæðisvörn. Emil með loftbolta. Það má rífa hann svo mikið í lóðin sín fyrir. Elvar með öklabrjót. Til fyrir leiksins svo far. Það er klárt. Þorsteinn finnur Emil upp í tökkendarskot, gengur ekki. Emil þarf að stilla miðið aðeins betur. Magic að byrja hann leik mjög sterkt. Kemst hérna á línuna. Nú þegar komið 5 stig. Hann er mjög ákveðinn. Já, Magic er einn af þessum. Það eru 2 95 módeli hérna og það er Magic og Erlendur Ágúst eru báðir 95 módeli. Já. Já. Hann á hann að 13 skoppum á hringnum á hann að datta hann í. Þá kemur Óli Ragnar inn á fyrir Magic. Elvar farið þá ekki. Og þeir pressa hérna 2-2-1. Erlendur kerir upp á körfu, finnur Bjartmar. Aftur er að komast allavega að körfunni. Bjartmar óöfnum með skotið. Ágúst Órásson. Það var hann að leiða byggð. Hann er búinn að taka miklu framförum í vetur. Kom frá Breiðablik í sumar.
Það hafi verið gæfið spór hjá honum að færa sig í úrvalsdeildina. Hann er búinn að spila ljómandi vel og hörku skita. Alveg hörku skita. Það er einhvern veginn 2-3 svæði. Klokkan er 10, það er ennþá tími. Já. Erlendur keyrir upp á körfu, vel gert. Þeir bara ná ekki að halda þeim fram að sig og það er ekki eins og þeir flottir. Þetta er vel gert í Þórhamar. Það er alveg sama hvað þjálfari leggur upp taktísi á varnarlega. Ef varnarmenn ná ekki að halda sínu manni fyrir fram að sig, þá er ekki vanlegt til árangurs. Nei, vel spila hérna nærri. Bjartmar, opið þrýstur. Geigar, Oddur. Góð barða í Oddi þarna. En hinn Oddur, hann Pétursson. Og Elvar keyrir upp á körfu. Elvar það er erfitt að eiga við hann. Hann er alveg ofboðslega klókur. Hann er hrikalega góður og yngri bróðans efnilegu líka. Hann var að spila í dag með 11 loki. Það var alltaf Mikael Rúnar að koma hérna inn fyrir Erlend og Njarðvíkingar eru með 2 skiptingar. Innan kemur Brynjar Þór og Styrmir Gauti, tannsmiðurinn. Hér er Óla Helga og Odd Péturs. Tannsmiðurinn hefur eitthvað miskilið þetta með sokkar, hann er mættur hérna í gulum sokkum. Með gula reymar, neon græna reymar, þannig að hann á að geta að týnast í myrkrinu. Hann ætlar allavega ekki að láta leikmenn Njarðvík komast upp með að gefa ekki á sig. Þeir munu alltaf sjá hann. Já. Það staðan 24-17 fyrir Njarðvík. Bjartmar tapar boltanum. Óli Ragnar. Gunnar var aukasendingin. Fín boltarhing. Ágúst keyrir upp á körfu og klárar þetta. Þannig að fór Oddur í gólfið á hans að kemur kontaktur. Hann var aðeins og fljótur að Það var smá Gareth Bale í honum hana. Njarðvík komið með 9 stiga forystu. En Bjartmar. Hæló hérna. Vel spilaði á Þórsvörnum. Þórhamar. Þetta er erfið hreyfing. Lóttu fyrir áfrans Alla leið. Vel gert. Þetta eru flottir bakverðir hérna í Þórhamarliðinu. Það var að fara strönd til strandar. Mikil áræðni. Óli Ragnar hérna fyrir Njarðvík. Þarna hefði Þorsteinn mátt taka Bjartmar til fyrirmyndar og hoppa bara með. Hann þurfti ekkert að slá í hann. Akkurat. Það var leiðin í erfitt skot. Hann sendir Óla línuna. Já, Njarðvík er búin að vera duglegir að sækja vítaskot. Þetta er önnu villan á Þorsteinn. Það er 3 hérna komin 2, Oddur og Þorsteinn í Þórhamar og Magic Njarðvíkum einn. Já. Klikkar á fyrraskotinu. Setna beint í 27-21 fyrir Njarðvík og 50 sekúndur eftir af fyrsta leikluta. Þorsteinn ógnar skotinu. Fer inn í nokkuð skona flóter. Gengur ekki. Styrmir hérna. Þetta náði hann í. Það var ekkert að bíða þetta að boltinn kemur til síðan. Það verður að vilja boltan. Þetta er dýrmætt. Ágúst heldur áfram að keyra sterkt á körfu og klárar vel. 20 sekúndur eftir hérna. Þá getur Þórhamar tekið hérna síðasta skoti í fyrsta leikluta. Taka bolta hendur hérna. Boltan yfir. Brynjar er ekkert langt frá því að stela þessu bara. Hann tapar 6 sekundur nú. Fyrir að sjá hvað er hlaupa. Það er ekkert að halda svæðinu.
Emil Grár, það er Bjartmann enda með skotið og það er í. Hann minkaði niður 6 stig. Það var sterkt fyrir Þór Hamar að enda þetta körfu. 29-23 hérna er staðan Njarðvík vil eftir fyrsta leikluta. Ég er alveg 100% af því að Benedikt er ekki ánægður með að fá 29 stig á sig í fyrsta leikluta. Nei, það er ansi mikið. Það er Elvar og Ágúst sem að svona er að skora hvað mest fyrir Njarðvíkana. Búin að sækja Ágúst búin að sækja vel á körfuna og setja þrist líka. Og setja þess að þrist í viðbót. En stigaskor er að dreifast vel hjá hérna Þórsurum. Mjög vel. Það eru 5 manns komin á blað. Já, 6 punktar en Benson þarf að finna svar við hérna í vörninni. Þeir byrjuðu þetta ágætlega en hérna 29 stigur og mikið á sig í einu leikluta. Stigaskori eftir fyrsta leikluta, þá er Elvar með 10 stig, Ágúst með 9, Medsik með 6, Oddur Péturs með 2 og þegar Óli og Ólafur eru með sérkvæð stig. Hjá Þór er þetta Erlendur og Þorsteinn með 6, Emil og Bjart með 4 og Oddur Ólafur með 3 stig. Það má svo sem gera ráð fyrir fyrirfram að það er mikið skori í þessu leik en 29 stig í leikluta er mjög mikið. Við erum ekki að fara í 120 stig leik held ég. Það er í bikarúrslitaleik sérstaklega, það er náttúrulega ótrúlegt sko. Það er bara, menn er sprækir og kröftir þannig að þetta er stuð í þessu. En það er sömu lið inni og enduðu leiklutan. Þór Hamar heldur áfram í svæðisvöldin sinni. Þeir eru að skipta núna í svæði. Það er rétt, það var Njarðvík sem var í svæði. Koma boltan inn í miðjun á Styrmi. Elvar enda með þrist. Fín boltareyfing hérna hjá Njarðvíkuna. Oddur með frákastið. Oddur í vandræðum með línunar. Það er alltaf uppleiftar hérna í Garabænum. Bjartmann með galopinn þrist. En óheppinn. Það rúlar upp úr. Annar þristurinn hjá hún sem svona rúlar upp úr. Það er að halda áfram að skjóta þessu. Það þýðir ekkert að... Þýðir ekkert að vera feiminn. Nei, það er bara varnað. Þetta var tæft. Það fær Oddur í opið lúk. Hann smellir í. Þetta er 3 stig hérna, 29-26. Elvar fekk eitt góð morinn hérna þegar hann var að reyna að stela honum. Hann fekk eitt góð morinn í grímun á sér. Hann fær ekkert að reyna þetta aftur í bráð. Jú. Þorsteinn komið alveg niður. Ágúst kerir inn í miðina. En Emil mætir honum en gerist brotlegur. Hann dæmir á Bjartmann held ég. Já, hann dæmir á Bjartmann. Já, það er rétt. Á ítíkuna hana. Þetta var alveg hreint blokk. Tvö skot sem Ágúst fær. Benedikt ekki sáttur. Nei, hann var ekki sáttur við þetta. Klikkar á seinna þessu þar. Þorsteinn á frákastið. Þannig vildi Benson fá villu. Opinn þristur. Hann er af. Mikael. Óli Ragnar. Brynjar hérna. Allt á langur. Þorsteinn tekur Evrópuskref og klára hann að fallega. Þetta er bara fagmennska. Hvíti dveinveit. Þarna er hann á heimavelli. Flottur í þessu. Elvar kemst alveg inn í miðju. Njarðvík er að opna þetta. Þeir eru að fá ágætis lúk. Óli Ragnar að sækja sína fyrstu villu. Skipting hérna hjá báðulegum. Það kemur inn ungi og efnilegi. Halldór Garðar hjá Þór Hamar. Skiptið við Bjartmar. Og Medsik og Óli Helgi þeir skipta við Ágúst og Brynjar Gauta.
Þá getur Þór Hamar getur jafna leikinn hérna, eða jafnvel komist yfir. Já. Halldór, hann fættur 97. Það er jafnvel að tala um þessi efnilegur ennþá í úlingaflokki. Já. Það er mikið skipt að það, en vel gert hérna á Odd Ólafs. Glæsilega gert. Og þeir eru ennþá, þó að Nefningarnir séu konur í svæðisvöldna, þá er að komast allarlega að körfinni. Þetta er áhugjefni fyrir Einar og Kó. Þeir eru komnir yfir. 30-31 fyrir Þór Hamar. Svæðisvöldin, bæði liði svæðisvöld. Ekki er þetta þess að stoppa stóru menni inn í heldur. Gefa maður þessu öðru sér lúka þykjartarskotin allavega. Þetta styrir með að klára. Ólafur Helgi með frákastið. Kemur Njarðvík yfir. 32-31. Það er alltaf spes að sjá tvö svona bakvaræli sem bæði spila svæðisvöld. Lítið á klukkunni, 5. Það var eitthvað skrítið hreyfingu Emil. Hann vildi fá eitthvað meira heldur en þetta er raunbara vinni. Mattias stoppar og poppar. En það gengur ekki. Flott frákast þarna. Emil Þorsteinn tekur skotið á millifæri, gengur ekki. Góð bara þau oddið þarna en fer að honum út af. Þetta er hraður og skemmtilegur leikur. Þetta er flinkir strákar hérna sem að eru alveg órættir. Það er gaman að sjá. Ég var ábúinlega að koma í hálsinn bara eftir þennan leik. Þarna gleyma þær Óla einum undir körfinni. Þarna var Mikael í einskínsmennslandi og glemdi að fara á körfuna. Við spilaði hjá Njarðvík. Emil Mikael í þrist, gengur ekki, hann tekur frákastið sjálfur. Hann tekur sitt eigi frákast sem þryggjastega. Þetta var kallað gamla þetta víst Henning. Hann náði alltaf frákastan sjálfur eftir. Hann var alltaf eins og Jóhann Setreveski búinn að taka frákastið áður en hann skaut. Hann held ég sé ábúinlega snegsti maður í heimi í frákastinu. Ég hef aldrei séð neitt fljótan á Jóhann. Henning var aðeins fyrir mína tíð. Henning var alveg snar örvöndur. Mikið skipta. Það er þjást á örvöndur. Það eru alveg spilarar. Örvöndur eru fallegir spilarar. Það er bara svoleiðis. Ég er með 2 svoleiðis í hólmunum. Alveg ramm örvöndur. Já, alveg þræl. Það er Jón Ólafur og það er Pálmi Freyr. Já, Pálmi auðvitað. Það var sennilega einhver örvöldasti leikmaður landsins. Þetta er bara fallegt. En vel spilað hérna Þór Hamar. Kemst alltaf á vinstri. Það er Emil að gera betur, hann á að klára þetta. Já. En fer á línuna. Þetta er Óli Ragnar sem er að fá sín öðru völdu, jú. Hann er komið 2. Og Emil getur minnkað henni í 1 stig. Nei. Það er stuttur. Skotið hjá hann ekki alveg í. Hann er stuttur og langur. Hann er ekki alveg með miðið í. Þarna fer hann í. 2 stiga leikur. Áfram með 2-3 svæði. Óli Ragnar alveg gal hérna. Mikael mætti hann aðeins og stíft. Elvar enda með opið þrist, gengur ekki. Ólafur með frákastið. Emil brýtur á honum. Emil fær sinna aðra villu. Þeim er alls ekki með því að missa Emil í villuvandræði. Nei, hann er svona turnin hjá þeim. Þetta var Ólafur Helgi bara klókur. Hann var búinn að vinna stöðun áður en að skotið kom og það er Vann forvinnuna hana. Já. Emil 2 villur. Sýnist Njarðvíkingarnir að skipta yfir í maður og mann hérna. Það setur sérna við þið. Þryggjastæðarleikur. 35-32 fyrir Njarðvík. 5:20 eftir. Fyrir áleik. Já. Tekur hann að Dúra Nóna í spjaldið hann í. Misskilningur hérna. Leiðinda misskilningur. En þeir náðu að klóra sig út úr. Oddur er hérna bara í. Hann er bara eins og blettatígur hérna á milli manna.
Já, náði Þorsteinn Ragnarsson að deflekta. Mikilvægt að geta... Nei, vel gert í Njarðvíkum. Við erum búin að lesa þetta. Það er góð transition vörðan hjá Njarðvík. Já, við erum búin að lesa hann. Magic í give and go. Ólafur, þeir verða að stíga hann út. Hann er búin að taka hann dýrimætt frákvæmst hérna fyrir Njarðvík. Það þurfa að stíga hann út. Hann hefur verið mjög sterkur frákvæmstum Ólafur hérna. Óttu þrist. Það er nánast tilgangslegt að spila pick and roll hvoru þessar liða. Það er allir í bakverði. Þetta er meira pick and pop en pick and roll hérna. Já. Menn skipta bara skrínum alveg vilt og galið. Já. Það er Það er glæsileg vörn þarna. Óttu Péturs að fá sína fyrstu villu. Hann er ekkert feimið við þessa eldri stráka. Nei. Ágúst að koma inn fyrir Elvar. Og það er bara þeir eru að kenna hvað þeir eru að hnýta hérna, Davíð og Óttur. Óttur var undan. Þetta þarf alltaf að vera í lagi. 37-34 og 4 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Unglingur og kalla. Njarðvíkingar hálfu skrif undan. Þorsteinn tekur spinnið sitt þarna. Þetta er aldrei að þrönga sig inn í miðurina. Það er fyrir þröngt þarna en... Halldór þarna var svona fyrir aftan þá alveg galopinn en... Þeir voru ekkert að gefa kjúklingin. Allan ekki eins og þarna. Ágúst að munda byssuna. Finnur Magic. Fín boltarhefingar hjá Njarðvík. Það var aðeins og stuð. Vanda aðeins upp á spacing þarna síðustu sendingun sér. En þetta enda með þrist í Ólafi. Hann kemur með 4 stigum yfir. Þrár og 18 eftir. Njarðvík konið maður á mann. Og Halldór þar. Hann er sjóheitur á það. Þetta er bara alvöru kall. Ágúst, já. NBA reyns hérna. Þetta er að vera skotsýning hérna. Já. Nei, það er 2 skotin, 3 vitan á. Það var með eitthvað illa við auglýsingarskiltin hérna í dag. Já, spurningu sé að reyna að brjóta sér sjoppuna. Veit að það sé nammidagur. Það er rétt, það er laugardagur. Já, Elvar kemur inn fyrir Óla Ragnar og Bjartmar kemur fyrir Halldór. Óttu með 2 skot. Fyrra niður. Ekkert nema neitt. Óttu búinn að vera bara flottur hérna. Það var mjög góður og þetta er eins og allt þósliða. Við vorum mjög gaman að fylgjast með þeim. Já. Fyrirfram kannski myndum menn telja að Njarðvíkurliðið væri sterkara en það er ekki að sjá það sé einhver styrkleikamunur á þessum liðum. Það gæti talað eftir. Tveggjastæða leikur og Óttur skiptir hérna við Erlend. Þórhamar halda áfram í svæðinu. Finna Matsi hérna og fall. Þarna var Emil klókur. Magic og Óli Ragnar að vera konur í high-low hérna. Náðu að slæða hendin í boltan. Þorsteinn, high end one. Nei, klára þetta. Hann á að klára þetta. Já, hann á alveg að geta klárað þetta strákurinn. Svo Baldur bróður hans sé að brjála þar út hérna. Hann klára þetta ekki. Já, hann var í aðgerð greið. Já, við óskum honum góð spata. Vont að kjötið sé í slip. Já. Það þarf að laga svona kalla. Já, þeir eru að lenda allir meðslunum hérna í mestarlóknum í Þór. Já, við óskum Darra og Baldurs góð spata. Topp menn hann að ferð. Algjörir. Það er bara að fara að jafna leikinn, Þorsteinn. Gerði vel, setur bæðið niður. Kominn í 12 púnta. Það er næst stigastur í Þórsliðinu og eftir Otti sem er með 13 stig. Elvar finnur hérna Ágúst. Finnur Ólaf að keyra á körfuna. Það er ekki klára, tekur frákastið. Já. Það gengur ekki, Emil enda með boltan. Fín barátta hérna að báðum. Emil er ekki mest í bakvörðuna þeim sem er inn á. 10 sekúndur á skófringunni. Emil. Já. Fýtt snúningur en það er ekki að setja hann á spjaldinu hérna.
Spurning hvort hann hefði ekki bara mátt bara alla leið. Já, mér fannst að vera að koma fram hjá hann hana. Hann hefði nokkuð þurft að fara í Villa fyrir skot. Erlendur. Nei, það er... Já, Erlendur með 2. Já. Við hefðu vildið fá, við kallar þetta góður í svona streetball continuation. Já. Ha. Hann var ekki komið boltan í henduna, þá er þetta ekki skot saman reglum. Þetta er glæsilega send. Flott kötti hjá Otton á veika hliðinni og meðan Elvar að kera inn í miðuna. Þetta er að halda þeim fyrir framann. 45-43 og Þorsteinn. Fer afstæða enn einu sinni, Þorsteinn. Hann gengur ekkert að halda þeim fyrir framann sig. Oddur Péturs að fá sína 3. villu hérna. Það er skipting hérna hjá Þór Hamar. Oddur kemur aftur inn á fyrir Mikael. Á Mikael, já. Og skipting hjá Njarðvík, það er 96 mótilið. Magnús Trausta skiptaði við Odd Péturs. Magnús var að spila hérna með ellutóla hjá þann á móti Grindavík. Var klaufi og villaði út af bara snemma í 3. leikluta. Það er vonandi hann að hanga lengur inn á vellinum núna. Já, ég held það sé. Þorsteinn klikkaði fyrra vitinu. Þarna sjáum við myndi Baldur, bróður Þorsteins, koma gangandi inn í selin. Já. Og Þorsteinn heldur upp að það með að setja vitið. 45-44, 1:20 eftir. Þokkalega mætt hérna. Já, það er gaman að sjá mætingun hérna. Og Ágúst Orra með þrist, Geigar, Ólafur fyrir ennið frákastið en Erlendur stelur honum á honum. Kemur hann á Bjartmar, en Ólafur bara stelur honum aftur. Matse gera körfuna, keirir á Emil. Já, þetta er no-call, þetta er góð dómur. Já, sennilega rétt þarna. Já, bara no-call. Rákvaldur og Davíð hafa haft fín tök á þessum leik. Já. Emil, já, vel klára þarna. 47-46 og 40 sekúndur eftir að fyrir hálfleik. Hann á 4 í þessu. Spurning hvort liðið ætlar að fara með fórustu í hálfleikin. Matsi finnur Ólaf. Ólafur klikkar. Já, Magnús kemur inn, tekur frákast strax. Já, þetta er dýrmætt. Ágúst gerir inn. Ráttur út. Þeir reyna að skilja eins lítinn tíma eftir að klukkuna að geta. Það er 4 sekúndar mismunur á skoðklukku og leikklukku. Elvar finnur Ólaf, Villa. Já, þetta er ekki bónus. En þetta er 3. villan á Odd. Þetta er 3. villan á Odd, já. Það er 9,5 eftir, þannig að það eru Njarðvíkarnir sem að klára fyrir hálfleikinn. Þeir fara með fórustu, Elvar er þrist. Þessi var langur. Þessi var úr inn í Njarðvík. Já, við erum bara með nýjefnan og skemmtilega leik hérna. 47-46 fyrir Njarðvík. Stigaskorið er jafnt hjá, mjög dreift hjá raun og veru báðu liðum. Hjá Njarðvík þá er Ágúst stiga sem er 13, Ólafur Helgi með 11, Elvar 10, Magic 8, Oddur Péturs með 4 og Óli Ragnar er með 1 stig. Oddur og Óli með 3 villur. En hjá Þór Hamar þá er Oddur og Þorsteinn báðir með 13 stig. Emil 7, Erlendur 6, Bjartmar 4 og Halldór Garðar með 3. En það er Oddur sem var að koma sér í villuvandræði með að fá 3. villan í það. Já, það var klauflegt að brjóta hana í síðusókninni hana. Í rauninni þegar Njarðvík var ennþá bara að tefja tímann. Það var ekkert að gerast. Þetta er skemmtilegur, gaman að sjá og það er bara spurning hvort að Einar ná að fara yfir vörnina hjá sér að halda Þósunum lengra frá körfunni. Þeir sóttu gríðarlega sterkt á körfuna hérna. Komast þeir ekki trekka alveg alla leið upp í körfu. Þannig ég myndi sjá það en svo er það að Benjamin að hann þarf klárlega að stoppa hans í frákasta hérna gallið sem er hérna. Þetta er miklu vandræðum með Ólafur Helgi búinn að vera drjúgur fyrir það hérna og er með 5 sóknarfrákast af 10 sóknarfrákastum Njarðvíkinga. Það er 10-4 í sóknarfrákastum, það er dýrt. Já, það er dýrt. Sjáum samt að það er líkilega lítill munur á frákastum. 23-20 í frákastum. Tapaði boltar mjög svipaðir 5 og 6.
Þetta er eiginlega bara hnífjafnt allstaðar sko. Sjáum að einhverjum 54-56 fyrir Þorlákshöfn. Við erum bara með hnífjafnan og skemmtilega leik þetta. Já, við erum Þórshöfnir eru með þetta er allt hnífjafnt hérna. Þetta er allt nýjast. Já, það er engar tölur sem skera svakalega í augun svo sem. Nei, og það er kannski engin einn leikmaður heldur búinn að vera að standa eitthvað fram úr. Þetta er svona, það er allir að gera sitt og Ólafur Helgi með 11 stig og 9 fráköst inn í hálfleik. Já, hann kom sterkur inn á bekknum fyrir þá. Já, og Emil með 8 fráköst í hálfleik líka. Þetta eru menn sem er kannski venjulega ekki stærstu mennina á vellinum, en þeir eru það hérna í dag og þeir eru að sýna það. Ólafur Helgi byrjaði ekki vel, fór út af, kom svo gríðarlega sterkur aftur inn á bekknum og búinn að rusla niður hérna frákostunum á móti svæðisvöldinni hjá Þorlákshöfn. Og ekki nóg með það, þetta var að nýta og skora aftur. Búið til fyrir þá. Það er spurning hvort við myndum að sjá meiri pressu eða eitthvað til þess að hægja kannski hans á leiknum. Ég er ekkert alveg viss um það. Nei, maður veit það, bæði lið með það mikið af leikmönnum sem geta sett boltan í gólfið og það er þá einna helst að maður fara ekki að sjá einhverja svæðispressur, myndi ég halda. Já, en Njarðvíkingar er búin að prófa 2-3, það gekk ekki, fór aftur í maður og mann. Það hefur lítið gengið um varnarlega, hann er að segja, mann finnst eiginlega að Þór hafa verið jafnvel klaufar að hafa ekki verið að klára betur í kringum körfuna. Já, en batamerki hjá Þór Hamara, þeir halda Njarðvíkingar í 18 stigum í öðrum leikluta. Já. Það voru með 29 stig í fyrsta. Það stendi hérna í... Þeir hljóta að halda áfram í svæðisvöld. Já, hlýtur að vera. Hún gekk bara að ganga vel hjá þeim. Meðan Njarðvíkingarnir byrja ekki að drita þristum, þá held ég að þeir hljóta að halda áfram með henni. Akkurat. En þeir eru að ná frákostunum hann. Það er búið að... Já, sérstaklega Ólafur Helga. Hann er búinn að vera drjúgur. Já, hann er næstum með helmingina frákostunum hjá... Það er spurning að tökum stuðlið hérna í hálfleik. Já, það eru við. Komum aftur eftir smá. Setjum vatn á milluna og komum smá. Boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla. Lífæð samskipt. Okkur hefur lengi dreymt tímaflakk. Þegar Einstein sýndi fram á að tíminn væri afstæður, urðu ferðalög til framtíðarinnar bara tímaspursmál. Öllu flóknara var að ferðast til fortíðarinnar. En ekki lengur. Sjónvarp Símans hefur nefnilega breytt fjarstýringunni í tímavél. Þú velur sjónvarpsstöð, smellir á á fjarstýringunni og getur valið dagskráliði allt að sólarhring aftur í tímann. Grunn áskrift að sjónvarpi Símans fylgja 7 erlendar rásir, aðgangur að Skjá Bíó með yfir 5.000 titlum og möguleiki á áskrift að öllum íslensku stöðunum og 80 erlendum. Mistur af uppáhaldsþættinum þínum áðan? Smelltu bara á og flakkaðu aftur í tímann. Síminn. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Ég man þegar ég var lítil stelpa og fór á pæjumóti í Vestmannaeyjum. Ég eignaðist fullt af góðum vinkonum og manni leið eiginlega eins og maður væri að fara að spila HM með EM. Það var alltaf draumurinn að spila með landsliðinu og ég er mjög stolt af því að hafa komist hingað. Það er gaman að sjá þessar ungu fótboltastelpur og hvað það er frábær efniviður í íslenskum kvennafótbolta í dag. Komdu og sjáðu glæsilegt úrval af LG-sjónvörpum í hátækni. Hlaðin tækninýjungum eins og Smart TV, Cinema 3D, innbyggðu Wi-Fi og fleira. Þú færð LG-sjónvörp í hátækni, Ármúla 26. Sísí, þetta er að koma hjá stráknum. Ekki snúa hnakknum öfugt. Sísí, ertu þarna? Frábært. 10 gigabæta niðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Sýndu mömmu. Tal. Svona á samband að vera. I'm in love.
My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominos. Frá þeim sem færð okkur Alice in Wonderland og leikstjóra Spiderman fríleiksins. Am I dreaming? You're in Oz. That's my name. Everyone calls me Oz. I shall be your loyal servant. My bag, monkey. You're the only one strong enough to save us all. Just because she jumped off the cliff, you're gonna jump off the cliff? I have wings. That's not funny! Oz, The Great and Powerful, frumsýnd 8. mars. Vissir þú að það eru 9 A-landsliðsmenn í handbolta sem spila allir í A6? Þá er það seinni hálfleikurinn. Það er Njarðvíkingar sem að byrja með boltan. Byrjunarliðin þau sömu og í upphafi hjá Þórsöfn Hamar. Það er Bjartmar og Oddur Ólafs. Þorsteinn Ragnars, Emil, Karel og Erlendur. Og hjá Njarðvík, Elvar, Magic, Oddur Péturs og Ólafur Helgi. Þórsöfnir halda áfram í svæðisvöldinni eins og við heldum. Og Magic við að byrja seinni hálfleikinn sem byrjaði fyrir. Oddur Péturs að hann hægði sér í 4. villuna. 17 sekundur og Ólafur Ragnar skipti við hann strax. Oddur hérna og upp í farkostu varðinu. Það voru mikið. 4 villur á Odd Péturs. Og uppkoma Hamar Þór. Njarðvíkingar byrja í Maramann. Og Emil vinnur Bjartmar. Farin aftur 10 á klukkunni. Hann finnur Erlend í horninu. Hann á langur. Elvar keyrir upp. Það ná að setja fyrir Óli Ragnar, Elvar, finnur Ágúst. Hann fer í skotfeikið og 2 stiga á mikill skotmaður. Ágúst kom í stigastur á vellinum með 15 stig og kemur Njarðvík í 49-46. 9 mínútur eftir að þriðja leikluta. Emil fyrir þrist og Þorsteinn það. Það er sterkt frákvæmt hjá honum. Það er mikil baráttu hérna. Oddur Ólafs með þrist. Hann stuttur. Ágúst með frákvæmsti. Það kemur fyrir Njarðvík. Finnur Magic. Hann setur þrist hérna. 52-46. Þetta var stórkara. Og í hraðaflöpi. Þorsteinn. Finnur Bjartmar. Hann ætlar bara alla leið. Það er villu á. Það er þriðja á Magic. Já. Þriðja villan á Magic. Hingað endalínu, Bjartmar með boltan. Þorsteinn farin úti. Gerir á Garu. Fín vörð þarna í Ágústi. Já, grimmur Bjartmar hana, næstum búinn á stelun. Njarðvík, bolti ganga, Ólafur í horninu. Það var ekki merkileg vörn í Oddi þarna. Ja, önnur karinn er rauð hjá hann, þar sem hann er með einfalt skotfeik og eitt knatrak. Sittur niður 2 stiga. Komið 8 stiga munur hérna bara 7-0. Það er fljótt að gerast og fallir hreyfingi á Erlendi. En gengur ekki. Klára þetta. Ja, 54-46. 7-0 byrjun hérna hjá Njarðvík.
Þór Hamar þurfa að vera þolinmóður. Elvar sækir villu. Villan á Bjartmar. Hans önnu villa. Fín boltaníkarn hennar, ykkur að leysa svæðisvel. Matsi enda með galopið þrist. Skrúast upp úr, en enn Ólafur að berjast í frákostunum. Boltin endar í höndunum á Elvari, en það var Ólafur sem vann fyrir þessum. Emil fikk eitthvað höfuhögg hana. Það nætti það ekki stoppa sig. Hann hefur einhvern veginn kast. Og Metjik aftur í þrista. Opinn. Við munum við frákastir. Eru óræðir að taka þetta. Bjartmar undir korfinni. Nei. Alltaf að fara hann í reverse, layup, náðu ekki. Elvar enn kemst inn í miðjuna og finnur opið skotur Ólaf sem gengur ekki. Emil frákast. Þeir eru ekki að hitta nægjanlega vel. Vorum við 35% nýtingu í fyrra hálfleik. Það er nóð hérna hjá Þórsson. Þeir eru ennþá að reyna að ráðast að korfinni. Njárvíkingar er að gera betur núna heldur en í fyrra hálfleik með að halda mönnum fyrir fram að sig. Það er eitthvað sprækar á löppinu varnarlega heldur en voru henni fyrri. Það virkar þetta eins og nóð. Emil yfir Elvar. Elvar inn í miðju. Virkilega vel gert. Erfitt skot. Bjartmar að eiginlega við að brjóta á honum og hann jafnvægi mikið og sjálfstöðst mikið. Það vantar svo mikið sjálfstöðst í Þorstein heldur, hann er ekkert hræddur við að láta vaða. Nei, það má ekki slaka á. Með Elvar fyrir. Ágúst Kristinn og hann smellir honum. Og þá tekur Benni leikli. Já, hann þarf að breyta vörninni, þeir geta ekki verið lengur í svæðisvöldin held ég. Nei, held sér ljóst, þeir fara aftur í maður mann. 11 stiga munur hérna bara á 4 og 12. Þeir eru búin að skora 12-2 byrjun hérna hjá Njarðvík. Og þeir eru Ágúst komin í 20 stig. Já, það er ekki sterkt að skora 2 stig á rúmum 4 mínútum. Það er ekki vænlegt til árangurs. Nei, en svo vorum við að tala um aðan og þá eru Þórsarnir Þór Hamar að sækja áfram að körfinni en Njarðvíkingarnir eru bara að gera betur en gerði í fyrra hálfleik með að halda fyrir fram að sig og hjálpin er komin og seinni hjálpin er tilbúin að koma í frákosti þannig að fæslan hjá þeim er betri heldur en hún var í fyrra hálfleik. En á móti þá er boltarhefingin hjá Njarðvík á móti svæðinu virkilega góð og þeir náðu að setja svæðisvöldina hjá Þór Hamar alveg hægri á veistri og þeir voru að fara sterku og veiku og út og inn og enduðu með bara fín skot hérna. Þannig ég trúi að Þór Hamar komi núna út í maður og mann og ætla aðeins að minnka þetta fyrir lok þriðja leikluta. Sömuliðin á og fóru inn í leiklið. Bjartmar sækir á Ólaf. Nei, gengur ekki. Nei, baráttan er mikil. Og barátta og Þorsteinn enda með flóter. Nei, það er meiri grimmt í Njarðvík núna. Það er alltaf annað að sjá grindin í Njarðvíkuliðinu hérna eftir hlé. Einar hefur látið aðeins heyra það með varnarleikinn á sér. Það gæti verið að tekja eitt löflétt. Kjúklingapasta hjá honum tikkaði vel inn og hann hefði fengið kraft í rafböndin. Já. Það er 5 mínútur eftir að fyrir leikluta. 59-48. Emil á postinu. Já, hann er að loppa hann yfir Matsi en gengur ekki. Þeir eru að klára bara illa. Þetta eru þröngar og erfið færi en þeir eru að klára þetta samt. Elvar finnur Ólaf í horninu. Elvar er mjög góður í þessu þegar hann er komin inn í, hann er undir stjórn og hann finnur opið mann. Þeir eru að flýta sér hann svo mikið. Aðeins að flýta sér svo mikið Þórsarnir, þeir þurfu ekkert að skora neitt 10 stig í röð hérna.
Það er nægur tíma eftir þessu leik. Já. Einkast undir körfur Njarðvíkinga. Nægur tími á skóklökunni. Emil finnur Bjartmar. Stuttur í þeistinum. Þeir eru stuttur í skotunum. Klæsilega gert hjá Elvari og Finnur Óla í skot. Hann á línunni. Sýnist Þór Þórlarsson vera komin í Þór Hamarsvíkju vera komin í 3-2. Þannig að Oddur Ólarsson heppinn að fá ekki sína fjórðu villu ruttið hérna Elvar koll. Já, það er rétt að þetta er 37. Já, Erlendur hérna með deflection eins og kalla á engilsastenskunni. Já. Skipting hérna hjá tannsmiðurinn. Kemur inn fyrir Baginski, Magic Baginski. Magic búinn að spila flotta vörð hérna upphafi seinna leiks. Ágúst með lengst neðan á bæ. Einu á Kópavoginum bara, einu á heimabænum. Það er neðan Smára en hann gekk ekki. Elvar finnur ekki opni núna. Njarðvíkingar hefni, nei, gengur ekki upp. Oddur, Erlendur. Þetta er klaufalegt hraðarhlaup hjá. Alltaf bara að fara sjálfur. Já. Ágúst finnur Ólaf. Ólaf fer upp á körfu. Skemmtilega fram hjá Emil en gengur ekki. Þetta er galoppi leikur hérna en Þór Hamar hafa ekki skorað hérna nema 2 stig í þriðja leiknum. Það gengur ekki á móti jafn sterkur lið á Njarðvíkar. Nei, þeim er samt ekki þetta að fara að vera eitthvað feimnir að hérna þeir verða að þóra að keyra áfram á körfuna og Bjartmar gera vel hérna en hann dettur ekki. Það vantar þetta hálfa skrif viðbót og það geta klárað. Sjá Elvar hérna. Virkilega vel gert. Þannig vildi Njarðvíkingarnir fá 2 skot. Hans brotið á Ólafi. Þeir eiga boltan undir körfu Þór Hamar. Elvar er hérna bestur í þessu bara á landinu hérna. Hann er að komast inn í teg og finna oppi mann. Það virkir klokkur. Hann og þinn maður J-Threat eru snillingar í þessu. Elvar klikkar á þriggja og Ágúst klárar þetta. Bittar upp. Það er 14-2, þriðji leikurinn. Já. Njarðvíkingar er að taka þetta yfir hérna. Sjáum þetta Þórsarfærningin á að svara. Fallið bakdór hérna, ekki gengur það. Áfram klárar ekki leiðipinn. Já, það var galopi, Oddur átt að gera betur hérna. Ágúst, fín boltarhefingarna hjá Njarðvík. Óla kemur hann yfir Ágúst. Ágúst keyrir á körfunni. Fær villu. Þarna hefðu hugsað að Emil hefði sloppið með villu, hann hefði bara haldið höndunum uppi meðan hann hoppaði upp. Njarðvíkin er að spila á móti svæðinu gríðarlega vel, hreyfa boltan og eru hreyfanlegir áður en boltin kemur til þeirra, þannig að þetta er ekki auðvöld svæðisvöld sem þeir eru að spila hérna. Nei, enga veginn. Njarðvíkingar að leysa þetta mjög vel. Kemur Svitaeyjarinn. Jájá, Brynjar stendur sig vel á kústinum. Leikmaður 9. flokks. Fínasti Svitaeyjar. Þetta held að vera 8-4 eða eitthvað. Það er Ágúst á línunni. Hann kemur sér 15 stig. 16-2 þessi leikluti. Oddur finnur Erlend í þriggja. Hann er stuttur. Þetta ætlar ekki að ganga hjá Þór Þórlarsson að skora. Nei. Elvar stígur á línu og virðist að misstíða sig eitthvað aðeins hérna. Það kemur Halldór Garðar og Mikael kom inn fyrir Bjartmar og Erlend. Það er halda áfram bara. Það er verið að halda áfram að reyna að finna einhver stig og að því er ekkert að fara að hætta núna. Þetta er dálítið mikið einstaklegs framtak hjá þeim.
Vörnin bara góð hjá Njarðvík. Þetta gríðarlega erfið sem þeir eru alltaf. Þeir eru búin að stoppa í þennan leika sem þeir náðu ekki að gera í fyrirháleik og það bara kraftur og vinnusemi í vörninni og þeir eru bara að ná þessari forystu á því. Þór Hamar virðist ekki vera með mikið á kerfum til sem geta gripið og hlaupa þarna. Þeir eru að fá ágætis boltapikk hérna hér og þar og Njarðvík styrmir hérna sína fyrstu villu. Það er spurning hvort þeir ná að skora meir en 2 stig í leiklutanum. Emil. Þetta er erfið skot, allt og erfið skot sem hann að taka. Já, Ólafur finnur styrmi, boltan út á Ágúst. Hann finnur Óla. Það gegar, Oddur með frákastið. Til bara í hælinn og Halldóri hana, hann sleppur til. Vikaði með sendingu bara beint í Ágúst. Og Elvar klókur, ætlar að bara taka síðasta skotið. Já. Sem þýðir það að Þór Hamar er að fara í gegnum 3. leikluta með 2 stig, það er bara ekki nógu. Það er eiginlega ótrúlega í svona hröðum leik. Kosta getur náðu þessu. Það er ekki gekka. Þetta skot er svona búið að vera að saga leiklutan sem á Þór Hamar, var allt í hringinn og stuttir og 15 stiga, 16-2, þannig að stigaskor er að fara neðar og neðar, þannig að það er góð sviti hjá Þór Hamar, þeir eru að halda þeim í 16 stigum, 29 í fyrsta, 18 í öðrum og 16 núna. Þeir sko vinnur ekki leika og skora 2 stig í leikluta, Nei, það er alveg saman hvaða lið þeir út að spila mútið það. En við verðum að gefa Njarðvíkingum kredit fyrir varnarleikin, þeir eru búin að vera virkilega þéttur og það er bara mikið vinnusemi. Þeir leggja sér fram og þetta er svona eins og maður, menn eru með hendur og þeir eru ekki, þó þessi að komast framhjá, tóku þetta 2 give and go, það sem þeir voru á körfuna, þá var hjálpinn kominn og þeir þurftu að klára í hérna erfiðu færum. Já, spunnið að fara yfir stigastum menn. Það er Ágúst sem er stigastur með 24 stig. Hann er frákastahæstur með 14 frákast. Svo erum við með Elvar Már með 12 stig og hann er komin í 10 stóðsendingar. Ólafur Helgi og Magic er með 11 stig. Ólafur Helgi er með 11 frákast og svo er Oddur Péturs með 4 stig og 4 villur og Óli Ragnar með 1 stig. Hinum megin þá er stigaskorinn nánast það sama og það var. Þorsteinn Ragnars með 15, Oddur Ólafs 13, Emil með 9, Erlendur 6, Bjartmann 4 og Halldór Garðar 3. Við sjá hvort það er hressast ekki hérna Þórsarnir í stigaskorinu. Já, svona vona það, við fáum aðeins meiri leikana í 4. hluta. Þetta er bara góð vörn í Njarðvík. Það er bara á það hérna. Styrmir skuttar sér á boltan. Í gulu sokkunum sínum. Þetta tekkar allt saman. 9 sekúndur á klukkunni, skóklukku. 6, 5, 3, við verðum að skjóta. Nei. Frábæra vörn í Njarðvík, það er bara, það verður ekki tekið að þeim. Þeir eru bara að stoppa á Þorlákshöfn. Já, algjörlega. Og hver að gera reyndar. Já, 2 bæjarfél einu, það er ekki. Þetta er svo að taka Dalvík og Ólafsfjörð, svo við setjum á fyrst svæði. Það er engin þótt mikið afrek á mínu bæjarfélum sér. Lítið á klukkunni og Óli Ragnar með langt skot, langa þrist, gengur ekki, Styrmir mættur í frákastið og Halldór brýtur á hann. Þetta er vörumerki í Styrmir, bara frákasta maskína og duglegur. Halldór Garðar braut á honum. 63-48. Það er bara glæsilega virkilega vel spilað.
Þeir eru að tæta þessa svæði svo nýsinn. Já, þetta bara vel ekki. Þetta eru strákar sem þekkja hvern annan hérna og uppleggi bara gott. Þetta er náttúrulega strákar sem spila saman bæði í úlingarflokki og flestatir saman í meistaraflokki líka. Já, það gæti náttúrulega háð Þór Hamar að þeir kannski ekki alla daga saman en einhvers síður þá þeir þurfa að ná þessum stöðum. Þeir geta ekki gefið þeim svona mörg tækifæri að Það er dýrt að tapa þessum frákastum. Og við með langu þristur Ágústi, gengur ekki. Gott frákast þarna hjá Þórsteini. Og Óli Ragnar að krækja sér í 4. villuna. Og með sig allar að koma inn fyrir Óli Ragnar. Rökkvaldur neitar svitaðiðinum að koma inn. Sér eftir sjálfur. Hann er ekki sem vestur sjálfur. Jæja, þá var það Þórsteini. Þeir þurfa að brjóta þennan svakalega í hellu sem er komin hérna fyrir Emil að berja þessu stöðan á póstinum. Er kom honum inn á hann. Það vill það bara á. Já, vill Ágúst. Önnu villan hans. Er alltaf greinlega að nýta sér hérna að Emil er aðeins herri heldur en Styrmir. Þeir þurfa náttúrulega bara að halda fram að sækja korfuna. Það er ekki láta sem verður bakka sig út. Algjörlega. Aftur faraður inn á Emil. Emil tekur skotið. Þarna komaði. Víkvætti 15 stig. Miður möguleiki, segir einhver. Já, það er allt saman hægt. Við höfum alveg séð svona mun fara á stuttu tíma. 15 stig er ekki mikill munur í korfubólta. Sjá Elvar. Skotið gekk ekki. Það er þessi bolta sem þið þurfa á. Þetta er rándýr. Ágúst er búinn að spila feikilega vel. Frábær sendingin. Ólason er ekki að klára fyrir annað tilraun. Þeir taka bara, núna taka 2 svona hrókar. Þetta er allt of dýr. Og þarna skiptir, eins og segir einhver staðar, stærðin skiptir ekki máli. Þetta er bara spurning um stöðubaráttu og vilja þess. Það er spurning um forvinnuna. Hvar ertu staðsettur og hvar... Það er einhvern veginn bara grimmari. Ágúst er í þástættinni að tróða sér þannig að milli þeirra. Gengur ekki. Nei, frákvæstin eru bara nærvíkingan. Þeir eru bara baráttan þeirra. Þeir eru að leysa þessar svæðisvöldin alveg gríðarlega vel. Elvar í þrist. Boltarhreyfingin bara til fyrirmyndar hérna. Þeir fá alltaf galopin skotin menni. Boltarhreyfingin er bara góð og þeir eru ógnandi þegar þeir fá boltan. Þannig að þeir þurfa nánast alltaf að koma á móti og svo er flæðið. Þeir vita nákvæmlega hvað næstu maður er. Þetta er bara, Einar er búin að koma flottu systemi inn í þessu strákum og þeir eru alveg gjörþekkja hvað þeir eru að gera. Jón Böðvars að kíkja inn á parkettið í fyrstskipti í þessu leik. Skiptir hérna við Óla Helga. Stór og staðilegur strákur. Það er beint á Emil. Svitaðiðurinn hefur lokið sínum störfum. Allt klárt hérna, 7:20 eftir. 17 stiga fórasta fyrir Njarðvík. Þeir eru svona alveg við að smetla þessu í ískapinn. Já, Oddur fiskavillu eða hvað. Jón Böðvars var komin í landsglímu hérna við Emil. Tók hann á ytri hælkrók. Uskar villu hérna og Þórsararnir eiga innkast. Emil þristinn. Skotið setur það, já. Það var ekki auðvelt skot en niður fór það. Víkvætti 15 púnt aftur. Nú þarf bara að fara að taka frákvæmst hérna og ná svolítið hraðaplöfum. Það er jafnvel spurning hvort að þeir ættu að fara að reyna að pressa og reyna að hleypa eitthvað leiknum upp. Já, þeir tapa ekkert á því. Það skilur engum möguleika að tapa þessu leik með 25 stigum eða 1. Akkurat. Ágúst hikkaði hana. Góðklukkan og Metik með stórkostlega tilraun hérna. Klárlega til fyrir leiksins. Þetta var bara eins og Michael Adams hérna fyrir 20 ára síðan. Haldakar hérna, þetta er bara að reyna að skjóta það inn. Ekkert. Mikael mætir Elvari. Elvar bruna fram hjá honum. Fær villuna. Það er hann braustinn í sjoppuna með það. Já. Það þarf að vera það bara að vera með namibók á bekknum við það. Það hætti þessu sjoppuvesinni. Það er þetta æstir í sjoppuna hana. Villan fekk hans að finna fyrir því. Villan er á Emil. Það er ekki 4. villan hans. Var ekki villan á
Mikael. Það klikkar á fyrra í vítinu. Það er Mikael sem fekk hana. Seinna niður. 16 púntar. 68-52. Varnarleikur Njarðvíkinga verið til fyrirmyndar. Þetta er... Já. Emil er að reyna mikið núna og það er að ganga. Hann þarf að draga það með sér. Hún skora 6 af 8 stigum Hamarsmanna hérna í seinni hálfleik. Matsei þrýst. Ekkert nema net. Þeir eru bara stóru skref undan. Þeir eru bara ákveðnari og... Þarna átti Oddur að gefa hann eina sendingu upp á þetta. Já, hann klárar. Þorsteinn. Hann var Halldór galopinn hana. Já, 15 stiga leikur en þá 6 mínútur eftir fyrir ekki. Þeir halda trúið þess að 30 svæðisvöld sína. Styrmir. Það er bara hörku barátta í nærugulið. Jón Böðars með fínt frákast. Og Elvar splittaði hann fyrir flóturinn, gengur ekki. Njarðvík innkasti. En þeir fá bara nánast tvær... Þeir fá bara eins marga tilraunir að þurfa til að skora. Tvær nánast í hverju svo. Matsei í ennið þrýstinn. Gengur ekki. Þá kemur frákasti á Þorsteini. Bruna fram. Finnur Mikael. Mikael finnur Emil. Hvað gerir Emil? Gerir upp á körfu. Já, Emil er að taka góða rispu hérna í styrtilegjar. Þannig að það er ekki tilbúin þess að leggjast niður. Nei. En það er bara barátta í þessum mönnum. 13 stig. Og Oddur stelur hérna boltanum. Kemur hann á Mikael. Já. Glæsileg barátta. 2-1. Þorsteinn. Það er í óþarlega erfitt skot. Það gefa hann kannski. Emil fær hann í 30 stiga og setur hann. Baráttan þeirra megin. Við erum komið 10 stiga leik. 4:45 metrin. Emil er held í farið með rétt mála, hann er allan með 7 síðu stíðin, ef ekki 9 síðu stíð. 9, hann er með 9 síðu stíðin. Elvar fær þarna villu. Það er ekki bara boltinn hérna. Já, mér sýndist það nú. Sýndist það að vera bara fínasta hjálp hjá unga drögnum. Davíð Pottitur, segir hann. Ég er Pottitur sann. Ólafur Helgi og Oddur Péturs kom inn fyrir Styrmi og Jón Böðvars. 71-61 og Elvar á línunni. Hann setur fyrir að vitið. Elvar kom í 14 stig. Og eitthvað 12 stóðsendingar. Já, mjög flottur leikur í Elvar í dag. Það hefur lítið gengi hjá Þorstein í seinarleik. Emil, það er stuttur, flott frákast hjá Mikael. Þorstein var að ná að komast upp á körfu og fá bæði villur og að klára inn í fyrrháleik, en það hefur lítið gengi hjá mér seinni. Hann farið inn á Emil, hann er ekki að klára. Heldur ekki hann til öðru, vel gert hjá Mikael. Nánast með eigin stóðsendingu þarna. Já. Rosaleg barátta og það jaðar alveg við að þeir sé að brjóta á þeim hvernig, en það er rosalega kraftur í þessu. Tvöfaldskipting hjá Þór Hamar, Halldór Garðar skipti við Bjartmar og Mikael við Erlend. Þeir eru konið með starting 5 aftur. Það er engin uppgjöf í Þór Hamarsliðinu, það er jákvæmt að sjá. Þeir eiga alveg séns í þessum leik. En 12 stiga leikur og tæpa 4 mínútur eftir. Njarðvíkingarnir svona með þetta hendi sér og með sömu baráttu í vörninu þá sé ég Þórsarana ekki brotna niður. Þeir virðast að hafa mjög mikið fyrir öllu sínu stigum og Þorsteinn Grey kemst upp á körfu en nær ekki að klára. Fannst brotna á sér, ég er ekki frá því, en Sigmar Þröstur Óskarsson mættur hana. Beint með Herjóli mættur á sveiði.
Það að trúa á þetta bara, það allt hægt. Mér finnst þannig ótrúlega hvað hanga lengi í svæðisvöldinni. Davíð fyrir ríku beint í Justin Shaw sem er riddaraborinu. Hann bendir bara á Jared Fry. Hann bendir bara á frænku sína við hliðina á. Súsanu Karlsdóttir. Það er leiklið. Það er einvala riddaraborið hérna. Já. Sem að Justin Shaw sér í stíli við sokkana klæddur þessu í stíli við sokkana hjá Styrmi. Það er greinilega guludagur í dag. Já, þvottadagur. Það er annarkvort. Annarkvort hefur við fengið skipunum að það sé gult þema eða það er bara klárlega þvottadagur. 12 stiga leikur hérna, 33 leikir. Ef þú verður að þjálfa Þór Hamarslið, hvað myndir þú grípa í núna? Ég myndi reyna einhverja pressu og leiti, sko. Þeir hafa engu að tapa og þeir þurfa að taka smá sénsa, en þeir náttúrulega mega ekki opna sig of mikið. Það getur margt gerst á 3 mínútum og þeir þurfa kannski að prófa eitthvað aðeins að taka séns. Þeir hafa engu að tapa og ekki þessu. Svo bara að vera hérna með, þeir geta ekkert verið að taka langa sóknir, þeir þurfa helst að láta vörnina gefa sér hraðaflöp og ef ekki þá að taka svona fyrsta góða möguleikann. Sjáum bæði lið með byrjunliðin inn á. Þeir halda áfram í 30 sæðisvörn. Já. Og Njarðvík fær skot, það er Elvar og hann setur. Elvar að klára þetta. Setur til 15 stig aftur. Erlendur fyrir leið, en það gengur ekki. Að koma að því að Þorsteinn fekk villuna. Hann er búinn að bíða eftir þessari. Ég held að þessi fyrstu vítaskoti sem Þór Hamar fá í seinni hálfleik. Já, ég er ekki frá þessi rétt hjá þér. Já, hann minkar til í 14 stig. 76-62. Það var bæðið niður og þeir pressa. 2 fyrir 1. Hárið hérna. Sitt á því. Já. En boltarhreyfingin hjá Njarðvík er bara góð og þeir brjóta flott niður. Mjög skipulegur og það var alveg með á hreinu hvað það ætla að gera. Það er vel þjálfarlið. Óra Helgi. Þeir eru að klára þetta hérna. Hann er komið með hamarn loftið. Naglinn er komin í kistuna. Það vantar að negla hann í. 16 stig. 2:45 metrir. Já, þetta er erfitt. Varnarleikurinn er bara góður hérna. Þeir eru skynsamir, þeir láta bara bolta ganga, finna upp í skot, taka sér tíma. Við vorum Ólaf alveg friðin hinum meginn, Elva fyrir inn í miðju og fyrir glæsilega sendingu á Odd sem gengur ekki að klára hins vegar. Og Erlendur finnur Þorsteinn sem klárar þetta. 16 stig, 2:15 eftir. Veit að konan fær ekkert að syngja alveg strax. Ekki alveg. Ég dáist bara hvernig Njarðvík er að spila. Það er gríðarlegur hreyfanleiki á boltanum og menn eru óeigjarnir og þetta er eins og liðið bara fullt af reynsluboltum hérna. Það er ekki að sjá að maður sé að horfa að liða úlingaflokki. Þessi strákarnir er búin að spila landsleiki og úrslitaleiki. Það er ekki eins og að sé hverju byrjendur hérna. Nei. Emil í erfitt tryggjastega. Tók eitt loftbolta þarna. Þeir fá pikaról hérna. Elvar og Matjei. Elvar í þrýst. Outstanding. Frábær leikmaður. 21 púnt. Og einhver haugur á stóðsendingum. Það er ekki komið 12 á hann. Nei, það er ekki saman á Davíð. Þannig fannst mér þetta að vera Garðar Bale. Já, þetta var dífa, þetta var luxusdífa úr Ísbúð Vesturbæðar. En þeir eru að koma inn hjá Njarðvík. Birgir Snorarsson og Hafsteinn Sveins fyrir þá Elvar og Ólaf Helga og Magic.
Óli Ragnar kom líka inn. Já, Óli Ragnar var með sína 4 villur eða ekki? Já. Ágúst gerir ákvörðuna. Flott sending á Odd. Hann er ekki að klára, hann tekur frákastið. En við séum hann aftur. Og það var Odd, hinn Oddur, hinnum inn. Það er skipting. Brynjar Guðnar skipti við Ágúst Þór. Já, Flatler spreytar sig hérna. Já, þetta er... Þetta er... Njarðvíkurlið er að spila hérna... Njarðvík er að spila sinn 4. bikarúrslitaleik af 5 sem alltaf er frábær. Já, þeir töpuðu þessar... Þeir tapa 2 í dag. Já, tapa 3. Nei, tapa 3. Það vantar á skipting hérna Magnús Traustason skipti Odd Péturs og Vilhjálmur Atli að skipta inn fyrir Þór og Eyþór Heimis kemur líka 40 sekúndur eftir. Þetta er í höfn hjá Njarðvíkunum. Þeir lögðu grunninn að þessum sigri í 3. leik algjörlega sem að halda Þórsvörðunum í 2 stigum. Það var allt annan Njarðvíkurlið sem mætti til reiks í seinni hálfleik. Allt önnur vörn sem við spiluðu. Og Birgir Snorra, hann er mikið skytta. Allir í þessu liði Njarðvíkurlið geta sett þristaverðist þeirra. Þetta kom upp í 18 púnta. Já, Oddur hann að sækið vill á Brynjar. Ég held að ég sem aður leiksins þetta var erfitt að taka Elvar út úr þessu. Já, ég er sammála því. Og svo Ágúst er búinn að eiga mjög flottan leik líka. Mjög flottan leik, 24 stig og einhver slatta frákvæmstum, en bara stýringin á liðinu er bara til fyrirmyndar hjá Elvari og ég held að það væri ósanngjarnt að vel einhvern annan heldur en Elvar. Já, sammála því. Fyrir utan það að hafa mig líka með luxusdífuna þannig sko. Algjörlega. Kannski tryggði honum þetta. Það var sko luxusdífa og kurl. Það var allur pakkin sko. Já, ef ekki bara nóg okkur eða eitthvað. Það er laugardagur. 70 sekúndur eftir, 18 stig fyrir Njarðvík. Þeir eru óárennilegir. Það er flotti hlutar að gerast í yngreflokkunum í Njarðvík. Við sjáum það bara hversu mörg liðir þeir eiga í bikarúrslitum. Þeir eru með 8 af 9 flokkum, þannig að það bara að fá heitt. Það er ótrúlegt. Og að eiga flesta núna í úrlíkalandsliðsúrtökunum. Já. Og Oddur driblaði nú klukkuna á hann að rétti röggvaldi boltan. Og Njarðvík er bikarmeistari úrlingaflokks árið 2013. Það er staðfest. Óskum kærlega til hamingju með það. Það verður virkilega vel að þessu komni. Þór Hamar átti flottan fyrrháleik og voru engu síður í. Já, þeir töpuðu þessu leik bara klárlega í 3. leik út af það. Þeir skora ekki ná 2 stig. Þeir fengu ekki ná 16 stig á sig. Það leikur liggur bara í 3. leik út af og þeir komist ekki nógu svona opið framhjá varnarmönnunum eins og þeir gerðu í fyrra leik og þá skipti ekki máli hvort að Njarðvík var í maður, mann eða svæði. Þeir náðu að stoppa fyrir það og það er bara lykillinn að sigri hérna. En við sjáum að Ágúst Þórðarson er með 40 framlag, með 24 stig og 17 frákvæmst. En Elvar Friðriksson er með 21 stig, 12 stóðsendingar, 5 frákvæmst. Ólafur Helgi með 18 stig og 12 frákvæmst. Já, en hjá Þór Þórðarsöfnum þá er Emil með 20 stig og 15 frákvæmst. Breyta. Þannig það er erfitt að vera milli þeirra Ágúst og Elvar smá sem menn leiksins. Ágúst er gríðarlega flottur, 24 stig og 17 frákvæmst, 40 framlag. En Njarðvíkurliðið heilt fær bara rós í hnappakatið. En það eru stjörnumenn sem að standa vel að bikarúrslitahelginni yngreflokka KKÍ. Það er ekkert smá einvala lið sem er að setja þetta upp hérna. Já, það er Justin í gulabólnum. Við þurfum að spyrja hann að því hvort það sé þvottadagur eða... Það er Justin, Jared Frey og svo Hilmar formað stjörnuna. Það er dýrari tíma.
Þór Hamar búin að gera vel í bikarkeppni, þeir eru ekki með í Íslandsmótinu, þannig að það er eiginlega ótrúlegt að lið sem er ekki að spila reglulega saman skuli komast þetta langt. Já, þetta er sjarminn af bikarkeppni, það er allt hægt í bikar og þetta eru flottir strákar. Þarna er Hannes formaður og Kristín Jóla. En Þorsteinn Ragnars er að spila með Hamar. Já, það er venslasamningur hann á milli. Það er venslasamningur. Þannig að það eru Emil og Halldór og Erlendur sem ekki hafa spilað með Hamarsmönnunum svona að staðaldri í vetur. En bara fínn árangur hjá Hamar Þór og bara óskum til hamingju með silfrið. Það er engin skömm í því. Ég held að allir vilja taka þátt í bikarkeppnisleik, þannig að þeir mig bara vera stoltir af því. Benson í góðum vasabiljett á vinstri og alltaf klárt. Tekum við silfrinu þarna, þannig að breiða það ekki í kvöld og kaupum sér eitt hring. Nei, við tökum við frá ofan fyrir Hamar Þór. Það er flott lið. Sýndu mikla og flotta baráttu inn í fyrirháleik. Þá er það liðið Njarðvíkur með Sekki sjálfan Einar Árna í frábæðin. Virkilega vel þjálfað lið hjá honum og þeir spiluðu hvernig þeir bruttu niður svæðisvölduna, það var bara til fyrirmyndar. Þetta var bara kennslubókin. Mjög samfærandi. Það er mjög björt framtíð í Njarðvík, það er ótt að segja það. Já. Gaman að sjá hvernig þeir tóku sín mál í gegn og ákvaða bara að treysta ungu strákurinn og það er að skila sér. Já, ég hef flottur. Elvar náttúrulega búinn að taka alveg, óraunhæfum framförum strákur. Já, ég held að ég mig alveg færa rauk fyrir því að hann sé efnilegt leikmaður landsliðsins þessar myndir. Ef ekki bara heila allar besti leikmaður? Já, bara svona besti kannski leikmaðurinn í efstild. Það er þessi íslenski, erlendu leikmennir eru áberandi og það er ekki margi íslenski leikmenn á topp 20. Það er Jón Ólafur og Elvar sem eru þarna ofalega. En því miður ekki nógu margi íslendingar í stórum hlutverkum. Nei. Það er líka kannski að ræða um það að þarna er leikmaður sem hefur fengið að spila leikstjórnandastöðu í úrvalsdeild sem er ekki algengt að ungi leikmenn fái sénsinn í efstild. Við eigum að fá að leikstjórnandu, það er bara því miður. En bikarmeistararnir Njarðvík 2013. Það var verið valinn besti leikmaðurinn og í dag er hann ágætis Ágúst Orrason. Ágúst Orrason, maðurleiksins með 40 framlag, 24 stig og 17 fráköst. Það er ekki 5 stólna bolta. 85%, 85,7 í skotendingu og 50% í þriggjastiga. Það er ekkert hægt að kvarta mikið í því. Nei, hann og Elfur hefur kannski bara mátt fara saman. Já, algjörlega. Erfitt að velja annarkvæmt þeirra út um. Og bikarinn komið á loft. Og lagið góða, komið á loftið. Passa vel í móttum hans af Freddie Mercury sluttakalagið. Já, hann er náttúrulega besti móttum hans. Fulltrú í eða. Við þökkum bara skorum á fólk þess að fylgjast vel með á morgun. Það eru skemmtilega leikir á morgun. 9. lokk kvenna byrjaði í fyrramálið. Það sem að erkifjendurnir Njarðvík Keflavík byrja. Það eru hörkuleikur ræða. 10. lokk kalla kemur svo kl. 12. Þar er Njarðvík á móti Breiðablik. Það er svo stúrnarflokkurinn sem eru næst síðastar á sviði. Það eru Haukar Keflavík. Og síðustu leikur helgarinn er drengjaflokkur þar sem að Stjarnan og KR mætast. Stjarnan unnu Grindavík í gærkvöldi í frestuðum leik, í tvíframöndum leik. Þannig að það var mikill hasar, það var sögur á mikill hasar í lokin. Já, dramatík í bikarnum. Þannig að Stjarnan KR er lokaleikurinn á morgun. Þannig að við hvetjum bara sem flestir til að mæta náttúrulega í Ásgarð. Flott umgjörð hérna og góð stefning, þetta er mjög gaman að vera þetta dag. Já, bara mjög fínt. Og en þeir sem ekki komast, þá er Sport TV að gera vel og sína frá þessu. Þannig að við bara þökkum fyrir okkur, lokastaðan
69 og Njarðvík bikarmeistari. Já. Og til lukku. Bara takk fyrir okkur og Við þökkum fyrir samstarfið. Takk sem leið.